Þröstur, já, svona nokkuð svekkjandi tap myndi ég halda á gamla heimavellinum. Hvað að gerast hjá þínum mönnum í þessu leik? Það voru lítið bara. Mætum bara ekki tilbúinir í það sem við vissum að væri að fara að ske, skilju. Við varum búin að tala að það er aldrei auðvitað að koma hingað, sko. Nei. En það var bara, Keflavík voru bara góðir og við vorum bara ekki tilbúinir í þennan slag sem að heiðarlegur slagur samt sem áður, skilju. Við vorum bara eins skröttir. Nú hafið þið, já, ég meina þið hafið verið að ná í rosalega sigra í vetur, en svo á milli dotti alveg niður eins og hérna í kvöld. Hvað, einhver óstöðuleiki í leik ykkar? Já, augljóslega, sko. Úrslitin segja það bara. Það er engin spurning að við erum ekki óstöðuleiki. Við langar með þess að minna á það kvennaleikur hérna á eitthvað, ég meina, veist. Keflavík Skátagrimmur, harkuleikur. Ég veit ekki, þetta er bara, ég held sér hausinn á. Einnig er að bestu, allir að mæta. Það er að koma úrslitakeppni. Ég hef aldrei átt erfiðleika með að peppa mig fyrir neitt leik í úrslitakeppni, sko. Það er öðruvísi í einhverjum ferðalögum og einhverjum leikir sem telja ykkur 20 og eitthvað, þannig að við sjáum bara hvort við komumst ekki inn í úrslitakeppnina einu fyrir eftir og reynum að negla það og þá vonandi kemur þessu stöðuleiki. Eins og ég segi, eru þið nýliðar í deildinni og eru svona næsta öruggir inn í úrslitakeppnina eins og staðan er núna, eða svona eru allavega mjög líklegir. Hvað ég meina, hvernig heldur að nýliðunum eigi eftir að vegna? Ég held að við... Hvað þurfum við að gera til þess að vera bara ekki grænir í fyrstu umferð? Ég meina, við erum með 41 mann sem er búin að gera þetta nokkur sinnum. Ég sjálfur er búin að gera þetta nokkur sinnum og það eru strákarna Raggi alveg upp í það sem að, það er fullt af reynslu þarna, sko. En við þurfum bara að finna hann stöðuleika, finna enginn okkar. Ég held að það komur úr stundum. Við erum bara, þú að drepast þá, sko. Ef það kemur ekki þá er það síðast. Ég skilji. Herru, takk fyrir.